Og næsta þessu ný lög rafrettur taka gildi á morgun, föstudaginn 1. mars. Nú fjölmargar umsagnir bárust frumvarpið á sínum tíma og meðal annars frá Hjartavernd. Og það formaður stjórnar Hjartaverndar, Karl Andresen hjartalæknir, sem skrifar undir þá umsögn og við ætlum að fara yfir þetta hvað þetta þýðir og hversu nauðsynlegt að setja þessi lög. En þetta liður í innleiðingu tilskipunar frá ESB en við göngum þó nokkru lengra hér á landi varðandi svo kallað sýnileika bann. En Karl, sestur hér, velkomin. Takk fyrir. Svona miðað við þá umsögn sem að barst frá ykkur og þá fagnið þið þessum lögum? Já, algjörlega. Það löngu tímabært að setja ramma utan notkun á þessari vöru, rafsígarettunum. Já. Það hefur verið þannig hingað til að þetta hefur verið selt svona í raun og veru ólöglega vegna þess að nikótín í þessum vökva skilgreint sem lyf samkvæmt íslenskum lögum og til þess að selja lyf þá þarf maður lyfsölu leyfi og það hefur ekki verið gefið út. Já, þannig að þetta búið að vera kannski svona í einhvers konar kannski bara svona villtum markaði? Já, það akkurat þannig. Það hefur ekki verið neitt gæðaeftirlit, það hefur ekki verið neitt eftirlit með hvaðan þessi efni að koma, þessi vökvi sem settur í rafretturnar. Ekkert gæðaeftirlit og ekkert svona öryggiseftirlit heldur. Það til dæmi það að börn hafi skaðað sig á því að opna þessar umbúðir og drekka innihaldið og það nauðsynlegt að hafa bara þessa neytendavernd sem okkur finnst alveg sjálfsögð í öllri vöru sem við kaupum, hvort sem það matvæli út í búð eða leikfönganda börnunum okkar eða bíla sem við keyrum. Það neytendavernd í því það gæða eftirlit á öllum þessum hlutum. Það engin ástæða til þess að gilda eitthvað annað rafsígarettur heldur en. En þessi vökvi sem í þeim, hann náttúrulega mjög sterkur. Já. Og hvað hámarki? Hvað má þá leyfa samkvæmt nýju lögunum? Nýju lögin gerir ráð fyrir hámarksstyrkleika 20 mg per millilítur. Það nákvæmlega sami styrkleikin og eins á hinum Norðurlöndunum. Já. Og við erum að segja að flestu leyti að þá þessi íslensku lög rafsígarettur og vökva áfyllingar á þeim mjög samhljóma því sem þegar búið að samþykkja á Norðurlöndum. Já. Það dálítið mismunandi hvort að menn skilgreina þetta undir lögum lyf eða sem annars konar vöru, en svona að innihaldi þetta mjög svipað. Já. En hverjir hafa verið að blanda þetta? Það bara þeir sem að selja? Já, þeir hafa verið að selja þetta, þeir hafa flutt inn annars vegar vökva bara tilbúin og síðan hefur eitthvað verið það líka að það sé verið að opna umbúðirnar og blanda og breyta í þessum sjoppum eða verslunum sem að selja þetta. Já, en með þessum lögum að þá breytist eftirlitið með því. Já. Og Neytendastofa fær það alls saman til sín, ekki satt? Jú. Og það þarf að hafa tilkynningaskilt og það þarf að greiða og leyfiskilt. Já, eitthvað svona. En það verður svona fylgst betur með því hvað það sem verið að selja og það sé gæða staðlar uppfylltir og öryggiskröfur. Já, en nú líka bent á, hér umsögn frá Félagi atvinnurekenda með ágætis punktum hérna. Markmið þessa frumvarps var að draga úr heilsutjóni og dauðsföllum af völdum tóbaks. En afstýra rafrettur ekki einmitt reykingum og heilsutjóni? Þetta hefur hjálpað fjölmörgum. Já, þessar rafrettur, það alveg rétt að það margir sem hafa notað rafrettur til þess að hætta að reykja og mörgum hefur tekist það og það hefur besta mál. Hins vegar vitum við að það bil helmingurinn af þeim sem nota rafrettur til þess að hætta að reykja, þeir halda áfram að reykja samhliða. Það til tölur það. Það vissulega líklegt og mjög sennilegt að rafrettur séu miklu minnaskalegar heldur en tóbaksreykur. Enda þessi samanburður þannig að það ekki til neitt í heiminu sem skali eins og reyktóbak. Deyja það bil 6,5 milljón manna á ári úr tóbaksreykingum í heiminum. Þannig að það ólíkt, það vandfundið og bara ekki hægt að finna neysluvöru sem seld og opið sem veldur eins miklum skaða eins og tóbak. Þannig að vissulega það jákvætt að það sé komin leið til þess að hætta að reykja og hjálpa fólki til þess. En það sem við höfum ágjör af eru börnin fyrst og fremst og unglingarnir. Þetta verður gert að einhverju tískuvöru. Því að börn og unglingar þurfa ekki neina sérstöku hjálp til þess að hætta að reykja þurfa fæst orðin háð nikótíni. Já, en þau eru nú líka náttúrulega að taka þetta snus eða ekki, hvað sem þetta heitir. En hætta því kannski að fara þá í rafretturnar
Já, getur það ekki verið jákvætt skref? Jú, það getur verið jákvætt skref en við höfum svo óskaplega litlar upplýsingar það hvað miklu leyti það Reykingar barna eru komin eða unglinga á grunnskólastigi 10. bekk eru komin í 5% eða undir það og reykingar fullorðnar eru komin í einhver 7 eða 9% sem mjög fínn árangur, mjög góður árangur. Já, forvarnir hafa gengið mjög vel á Íslandi. Mjög vel og á síðustu 20-30 árum þá höfum við séð alveg stöðuga fækkun í algengi reykinga og það ekki dregið upp úr hætti, það gerist ekki óvart, það gerist vegna þess að það hefur unnið mjög markvisst að forvarnum á Íslandi. En það sem samt athugavert að í þessum lögum og frumvarpi þá eru rafsígarettur eiginlega bara fullu lagðar á jöfnu við sígarettur. En eins og þú segir, þetta náttúrulega ekki, það ekki þetta líka neinu við sígarettur. Það ekki til það. Ef þú veist eitthvað sem drepur 6,5 milljón manns á ári í heiminum, þá máttu benda mér á það. Ef þú leggur saman öll stríð og hryðjuverk sem eru framin í heiminum á ári, þau nálgast ekki það. En gengur þá ekki frumvarpið og langt vegna þess að hér alveg sérstaklega í íslensku lögunum og ekki annars staðar að þetta má ekki vera sýnilegt í búðinni? Jú, þá verið að höfða til það ekki gengið of langt Nei, það finnst mér ekki Nei, það byggir á því að sýnileikabannið einn af þeim þáttum sem hefur skilað hvað mestum árangri í tóbaksvörnum. Það að þegar fólk kemur inn í verslun eða að kaupa sér í matinn að það sér ekki tóbaksvöruna bak við búðarborðið eða í bensinstöðum að það hefur skilað sér í mjög lækkandi tíðni reykinga og þarna fyrst og fremst verið að hugsa unglingana og börnin að þau freistist ekki til að kaupa þetta. Þeir sem að þurfa þess að halda, þeir vita af þessu og vita hvað þeir að nálgast þetta. Já, það punkturinn að fólk mun velja þennan valkost vegna þess að hann mjög þekktur. Já. Og þú þarft ekki að hafa fyrir fram að því í búðinu, þú veist ekki til. Já, akkurat. Já. En þetta svona það sem hefur komið fram varðandi þessa gagnrýni, en við eigum náttúrulega að sjá hvað rafretturnar hafa samt gert fyrir fólk. Ég meina, höfum við einhverja statistík hvað það hefur mikið dregið úr reykingum? Nei, þetta búið svo stutt á markaðinu. Rafrettur fóru ekki að seljast á Íslandi fyrir upp úr 2014. Þetta örfá ár. Og við vitum að þetta hefur hjálpað fólki sumum, ekki öllum, en það að segja að rafretturnar séu skýringin á því að við séum að ná tökum á tóbaksreykingum náttúrulega fráleitt vegna þess að tóbaksvarnar inngrip, forvarnar inngrip hafa verið í gangi frá því 1968 og við höfum tíðnitölur reykinga sem hafa hrapað línulega allan þennan tíma. Það var ekki sérstaklega breyting eftir 2014. Það var haldið áfram. Og þannig að það ekki hægt að fullyrða það hvaða áhrif það hefur á reykingatíðinni hjá fullorðnum. Nei, við veitum það kannski ekki ennþá. En til dæmis nú nikótíntyggjó út allt og það mjög sýnilegt. Ætti að fela það þá líka? Já, nei, ég veit ekki. Ég held að nikótíntyggjó sé eitthvað sem að hafi ekki hægt að leggja jöfnu við þessa rafrettur. Þarna verið anda ofan í lungun gufu. Þetta gufa, ekki reykur? Já, það það. En sem inniheldur ýmis efni og það til rannsókn sem að koma út núna í haust frá Bandaríkjunum sem sýnir fram á að hættu aukningin á því að fá hjartaáfall til dæmis. Hún það bil 2-föld ef maður reykir nota veipur daglega. Fyrir sígarettur það svona 3-falt til 4-falt. Þannig að þetta slagar hálfa leið upp í áhrifin af sígarettum. Þetta ein rannsókn af vísu, en það til mjög lítið af rannsóknum, klíniskum rannsóknum á mönnum, á fólki, sem til þess að styðjast við í þessu sambandi. Og að meðan að við vitum ekki nákvæmlega hvað áhrif þetta hefur á heilsufar, að þá verður maður að vera svolítið fara varlega. Já. Hvað með nikótíntyggjóið hefur það ekki áhrif á heilsu manna? Ekki svo ég viti, ég þekki það ekki. Það inniheldur náttúrulega nikótín, hækkar blóðþrýstinginn tímabundið og því einlitt, en ég hef ekki heyrt að það valdi neinu heilsutjóni beinlínis. Það gerir aftur snusi, það getur gert það. Já. En við erum á þessum tímapunkti að við eigum margt ólært
þetta fyrirbæri sem að hefur notið mikilla vinsælda. Hvað þarf að líða kannski mörg ár þangað til við getum kannski farið að fá einhver áreiðanlega niðurstöður? Já, ég myndi halda að þyrfti að líða örugglega 20 ár eða svo. Þetta er voðalega mikið á þegar tóbakið var auglýst sem jafnvel heilsusamlegt og læknar áttu að reykja sígarettur og þetta var auglýst mjög markvisst á síðustu öld, miðja síðustu öld. Já, sígarettur og læknir þinn nota Chesterfield og Ronald Reagan og við þekkjum þetta. Þetta var markasett sem að þetta væri ekkert óhollt, annað kom í ljós. Við vitum fjölmörg dæmi svona efni sem fólk andar í lungun sem getur valdið skaða. Við getum nefnt asbest, það er asbest í öðrum hverju sveitabæ á Íslandi sem var notað sem veggeiningar og einangrun og þegar verið að saga þetta niður og þá andar maður ofan í sig lungun mjög fínum svona þráðum sem að erta lungun og 20 ára seinna fær maður lungnakrabbamein ákveðinni tegund sem maður fær í raun og veru sjaldnæst að heita mesóþelióma sem maður fær í raun og veru af litlu öðru. Þetta er beinlínis vegna þessara hættulegu agna sem maður sér ekki sem berast ofan í lungun, situr þar föst og valda, nú er ég ekki að segja að ef það er hróflað við asbestinu já, ef það andaði að þér sko. Ef það er kjurt í veggjunum þá gerir það engan skaða en sko ég er ekki kannski að líka beinlínis veip gufunni við asbest, en ég er bara að segja það að meðan við vitum það ekki að þá þurfum við að stíga svolítið varlega til jarðar og við þurfum sérstaklega að huga að börnunum og unglingunum sem eiga að njóta vafans vegna þess að sko það er allt gott með það að fólk hætti að reykja og ég bara náttúrulega sem hjartalæknir verði ég náttúrulega að reyna með öllum ráðum að styðja fólki í því og mér finnst það bara mjög gott ef það nota til eigin nota en leið að vera að markaðssetja þetta eins og gert er með litríkum umbúðum, sælgætis lítur út eins og sælgæti og bragðefni að þá er verið að fara inn á annan markhóp heldur en reykingafólk sem þarf að hætta að reykja. Okkur það Karl Andresen, hjartalæknir og formaður stjórnar Hjartaverndar. Takk fyrir að koma hingað í 21. Takk fyrir.